Bjarki Ármann Oddsson, þjálfari Þórs. Bjarki, þegar leikurinn hófst í seinni hálfleik, Didrik fær sína aðra óþyrftamæslu villu, ekki notað, þá heldur nú menn að nú fyrst erum við kafsildir. Hvað gerðist? Já, svo sem endur kom á svo sem aðeins hafinn með hann innanborðs en strákarnir töluðu sig bara saman í hálfleik inn í klefa. Þetta var engin þrjusur ræða frá mér, bara þeir bara vissu að þeir gætu gert miklu betur og voru staðráðnir í að sýna það. Og virkilega gaman að sjá hvað þeir komu áræðinni til leiks í seinni hálfleik og ég vil bara hrósa ungu strákunum mínum að koma svona sterkir inn og fylla skarðið hans Didriks. Já, eins og segið, þeir náttúrulega koma gríðarlega sterkir inn og þetta kannski ætti nú að gefa þeim það sjálfstraust þegar í næsta leik við getum. Já, sjálfsögðu, við erum að spila móti einu besta liði deildarinnar, vel þjálfuðu liði og við erum enn að slípa okkur saman. Þetta er annað leikurinn um helgina og súrt að þetta hafi farið svona. Það má kannski segja að þó ég hef ekki skoðað tölfræðina en einhvern veginn hafi ég á tilfinningunni að þegar var að fara að liða á leikina vítaskotin gæti reynst okkur erfið. Já, algjörlega. Ég veit nú ekki kollinum á mér en ég held að við vorum búin að fara einhvern 9 forgörðum með eitthvað í hálfleik svo að því miður þetta fór sem fór. Þó það hefði ekki verið nema 2-3 í viðbót þá er bara jafn leikur. Já, það er nákvæmlega sko og við brendum líka fullt af auðvöldum sniðskotum og einhverju þriggjastaskotum sem hefði mátt fara ofan í sko. Þetta er fullt jákvætt úr þessu leik sem við getum tekið með upp í næsta verkefni. Alveg bara klárlega og bara ég hlakka bara til næsti leikur mútið hér á útivelli og það er bara leikur sem við ætlum að vinna. Eins og bara alla aðra, það hlýtur að vera ætlun. Að sjálfsögðu við förum í alla leiki til að vinna á. Gangi vel. Takk Unnur.